En við ætlum að fara utan stöðlítið hátíð sem að verður í höfuðborginni þetta er á sunnudaginn, hafa þetta rétt. Og þetta er rockhátíð æskunnar og hún Áslaug Einarsdóttir er á línni hjá mér, sæl og blessuð. Sæl og blessuð. Mér langar svo forvitnast þetta er haldið á Kex Hostel og ég sá að þetta er í annað skipti sem þetta er haldið. Og já. Hvað getur meira sagt mér þetta? Ég sá að það voru einhverja 500 þáttakendur sem hefur tekið þátt í rockbúðum stelpur rocka. Já, við erum ótrúlega glaðir að vera í samstarfi við Kex og heimilislega sem þetta að halda svona opna rockhátíð æskunnar. Og það má segja þetta sé svolítið svona uppskeru hátíð hjá okkur. Þegar við erum búin að vera með fjölda þáttakenda í rockbúðum í allt sumar. Og nokkar af þeim hljómsveitum sem eru til í sumar munu spila á þessari hátíð. Já, frábært. Já, og svo verðum við líka með smiðjur, við verðum með raftónlistarsmiðju og DJ-smiðju bara fyrir gestagangandi. Það geta allir komið og fræðast tónlist og hlusta og skemmtir alveg konunglega. Skemmt sér í partygýrin og fara að þetta skifum? Já, það er ótrúlega skemmtilegt. Við erum líka að bjóða upp á svona heildagsmiðjur í september. Já. Þetta verða svona kynningar á dagskránni okkar í vetur. Og hvernig er með stelpurnar? Því að nú segir því að það eru 500 stelpur vantarlega sem að hafa komið í þessar rockbúður, stelpur rocka síðastliðin 5 ár. Já. Og myndaði yfir 100 hljómsveitir. Já, þetta er búið að vera alveg stórkostlegt hjá okkur Við erum búin að vera starfandi í 5 ár. Og þegar stelpurnar koma til okkar í rockbúður þá eru þær ekkert endilega búin að læra á hljóðfæri eða fá tækifæri til að spila með öðrum stelpum. Þannig að við kennum á hljóðfæri og þær mynda hljómsveitir og svo fara þær í skemmtilegar smiðjur og fræðast tónlistakonur og jafnrétti og svo endar þetta saman á alveg klikkuðum lokatónleikum þar sem að þær spila fyrir fjölskyldu og vinni. Svo er þetta bara margar sem að halda áfram að spila og fara í nýja hljómsveitir og þetta er oft svona fyrsta skrefið inn í tónlistarlífi. Já, akkurat. En hvaða aldur erum við að miða við? Við höfum verið að bjóða upp á rockbúð fyrir 10-12 ára og 13-16 og svo verðum við líka með gistirockbúðir fyrir 16-20 ára stelpur núna í október í vetrarfríinu í menntaskólanum. Við erum mjög spennt að vinna með þeim aldurshópi en við gerum það í fyrst í fyrra og það var alveg ótrúlega skemmtilegt. Og svo hefur við líka verið með kvennarockbúðir fyrir 18 ára og eldri og það eru bara konur og fólk á öllum aldri sem kemur í særrockbúðir. Það er aldrei sett að læra að byrja rocka. Nei, nákvæmlega. En hvernig verður dagskráin hjá okkur á sunnudaginn? Hún er alveg ótrúlega spennandi að verða smiðjur frá okkur og svo verða líka smiðjur frá Mozilla og Skema og þannig að það verður nóg að gera inn í rýminu. Kýra ætlar að vera með raftónlistarsmiðju og DJ Sunna Ben og Silja með DJ-smiði. Svo verða tónleika líka og það eru böndin úr rockbúðunum sem ætla að spila og frábært band sem heitir Gróa sem eru alveg geggjaðar 16 ára stelpur sem eru ótrúlega fattar sem ætla líka að spila og svo er það 8 sem kemur og lokar tónleikadagskránni, þannig að það verður mjög mikið fjör þegar við með það svæði. Já, ég trúi því. Þetta verður bara svakstuð Þetta er líka skemmtilegt bara tækifæri fyrir krakkana bara til að fá að prófa sig áfram. Já, algjörlega. Þetta á að vera svona tilrauna svæði sem fólk getur komið að prófa alls konar græjur og fullt af og spjalla við flotta fyrirmyndir. Nákvæmlega. Og þetta er allt saman ókeypis eða ekki? Jú, ókeypis og bara allir velkomnir og svo erum við líka bara með alls konar viðburði á döfinni í vetur. Við erum með smiðjur og við erum með gistirokk og við erum með einkatíma á hljóðfæri. Þannig ég hvet allir til að kíkja bara inn á stelpurrocka.org og skoða það sem er í boði hjá okkur. Alveg geggjað. Áslaug, gaman að heyra í þér og góða skemmtun og gangi ykkur vel á sunnudaginn. Já, takk fyrir mig. Já, sömuleiðis.